Góðan daginn, gott fólk. Skálin góða, tónninn fallegi. Hvað gott að njóta. Slaka á tónar geta hjálpa manni svo mikið að slaka á. Ég vissum að þið hafi tekið eftir því. Tónlist bara yfir höfuð, hún fer beint inn í taugakerfið og hjálpar okkur að slaka á eða styðja þær tilfinningar sem eru fyrir. Eða sorg, að þá finnum við að hvernig hún losnar og tárin kannski taka að renna, eða gleði, þá lyftist hún upp og svona fram eftir götunum. Þannig að músíkin er dásamleg. Það er kannski þess vegna sem að ég kallaði þetta fyrirbæri sem ég byrði um hálsinn. Smæler hljóðfæri gleðinnar. Við hljóðfæri gleðinnar. Og hvernig getur það verið hljóðfæri gleðinnar? Það geta að spila á hann. Jú, vegna þess að þegar ég er í fúlskapi og er alveg bara að drepa sjálfa mig úr fílu eða einhverju volaði og jafnvel alla aðra í kring, að þá ger ég bara svona. Ég feika til ég meika það, komast í gott skap. Og það á ekki við að, eða semst ég á ekki við að ég sé að pressa tilfinningar niður eða þykjast eitthvað, heldur bara, þetta er svona að peppa sig upp, allt slæmt líður hjá, alveg svo allt gott líður hjá. Lífið er svona. Og það birtir alltaf upp síðir. Þannig að ég hannaði þennan smælergrip þegar ég var í Listaháskólanum á síðustu öld og átti að gera grip sem að hefði enga meiningu. Það bara gerði ég eitthvað svona sem að setja upp í munnin á sér og bara brosa. Það var eitthvað svo tilgangslegt fyrir með svona kjánalegu gripur. Svo þegar bankahrunið var á Íslandi 2008 að þá var ég stödd í Suður-Englandi í fallegri sveit á námskeiði hjá Neil Donald Walls sem að samdi bækurnar Conversation with God, samræði við Guð. Ég var á námskeiði hjá honum sama dag og bankahrunið var á Íslandi. Ég fekk alveg áfall vegna þess að ég var eftir að greiða námskeiðið. Þetta var vikudvöl á bara yndislegum stað, kostaði náttúrulega pening og ég hafði ekki greitt það og þarna hafði krónan fallið bara búm, niður á botn og ég gjaldið hækkaði náttúrulega rosalega. Þannig að ég bölvaði mér í hljóði náttúrulega fyrir að hafa ekki greitt fyrirfram, en þá var komið til mér og sagt, þú þarft ekki að borga neitt, þú færð allt ókeypis. Af hverju? Af því að Ísland var í sviðsljósinu, fjölmiðlum þennan dag, af því að við vorum svona fyrst til að hrynja almennilega. Svo það er eins og sagt er, ein stauð annars brauð. Ég fekk að reyna það og þakka fyrir það. Svona, það má. Þannig að ég ákvað að búa til þennan grip, taka hann fram úr hann var í skókassa. Það sýnir hvað hann betur. Hann heitir Smæler. Hann er handgerður úr postulínu silfri, handgerður á mér og engin eiturefni í honum. Þannig að ég ákvað að búa til svona grip til að hressa landan við. Kom honum upp úr reiði og volæði og vonleysi og fékk þá hugmynd bara að gera hann í flottur útgáfu fyrir konur og kalla, öllum stærðum og gerðum og svona tímalausan og til að hjálpa okkur. Ég ber hann eins og kross á mér til að hjálpa mér að minna mig á að ég er skapara eigin lífi. Ekki náttúrulega algjörlega. Ég er að samskapa með öðrum og með Guði, en ég hef mikið það að segja hvernig mér líður og hvernig ég tekst á við hlutina. Því að það er viðhorf mitt sem skiptir meira máli heldur en hvað er akkúrat að gerast. Hvernig ætla ég að bregðast við. Þess vegna ákvað ég líka að heiðra svona hvunndagshetjur hérna á Íslandi sem væru góðar fyrirmyndir í því akkúrat að sýna okkur það, hvernig þær bregðast við erfiðum aðstæðum. Rísa upp úr erfiðum veikindum sem kannski aðrir hefðu bugast yfir. Þannig að hvunndagshetjur. Þær voru smælerar. Þið getið séð þetta allt á smælersíðunni minni, smæler.is, meira þetta.
En boðskapur hans það sem skiptir mestu máli. Það að minna okkur á þetta, kraftinn hið innra. Við erum andans verur, við getum allt ef við bara viljum. Það ekkert sem okkur ómögulegt. Þó að svona erfiðleikar skella á, sorgir, missir, við verðum öll fyrir því, alls konar glímur í lífinu. Hvernig ætla ég að bregðast við? Hvernig get ég stutt mig upp úr því? Ég get minnt mig á að ég ekki ein. Ég hef stuðning. Hvort sem að ég líta á stuðning frá Guði, andansverum, englum, vinunum mínum, Rauða krossinum, kerfinu eða hvað sem það alltaf til stuðningur og maður þarf stundum að sækja. Maður þarf stundum að vera opinn fyrir að þiggja. Af því það alltaf verið að rétta okkur gjafir. Gefa og þiggja. Og Smiler, hann þannig að hugmyndafræði hans að reyna að sjá það besta í öðru fólki. Ef einhver vill okkur illt eða gerir okkur eitthvað illt, að minna sig á að það allir að gera sitt besta miðað við hvað þeir trúa á hverjum tíma. Ef einhver særir mig, þá væntanlega sá hinn sami að trúa einhverju mig eða sjálfan sig sem veldur hegðun hans eða orðum hans. Þannig að vera umburðarlyndur, gagnvart sjálfum sér, gagnvart öðrum, reyna að skapa jákvætt úr neikvæðninni eins og lótusblómi sem vex best úr drullunni. Þetta svolítið svo hugmyndafræði. Brosa, vegna þess að þegar við brosum, eins og ég var að feika þetta áðan náttúrulega, en þá bara brosti í framhaldi. Þú maður brosir, kann maður gera svona, að það nær upp til augnanna. Það sem gerist að það berast svona boð upp til framheilans og hann heyrir svona eitthvað innra með þessu. Gegg góðu skap í dag. Gegg sem skælnafnið mitt. Og býr þá til enn meira af þessum hamingjuhormónum sem að minnka streituna, sem að heila frumurnar, líkamann, það sem eins og við vitum öll að þá lengir hláturinn lífið. Það bara svoleiðis. Og þeir sem eru glaðværir, jákvæðir, þeim bara vegnar betur í lífinu, í business, hvar sem vegna þess að besta sölutrixið náttúrulega brosa til kúnnans og vera almennilegur, opna svolítið hjarta sitt, hafa áhuga á öðru fólki. Það allir sölumenn kunna. Þannig að þetta kennir okkur svolítið að taka ábyrgðina á okkur sjálfum. Og þegar við tökum eftir því að við höfum ábyrgðina og við höfum hennar mátt og dýrð hið innra, að þá förum við að þjálfa okkur meira í að nota það. Og við getum alveg dottið aftur og aftur, en þetta líka æfingi að hætta að skamma sig. Elska sig eins og maður Þannig að Smiler fyrst og fremst hugsaður til að minna okkur á þetta. Þú hinn skapari að miklu hluta í þínu lífi. Hvernig viltu hafa daginn? Viltu kveikja ljósinu innra og leyfa því að skína og laða að þér alltaf besta? Því að þegar við hugsum jákvætt og hugsum fallega til annarra og okkur sjálf líka fyrst og fremst, að þá löðum við að okkur allt til góða, enn meira af öllu hennu góða. Þakklæti til dæmis frábær leið til að efla þessa tilfinningu. Byrja daginn á því að þakka fyrir allt það góða sem ég fengið og allt það góða sem ég að fara að fá. Og nú fatta ég eitt að ég gleymi að hafa bókina Smiler hjá mér. Svo ég ætla að standa upp augnablik og ná í hana. Hafið mig afsakað. Þá ég komin aftur. Hér hún. Smiler getur öllu breytt. Og svo hún á ensku. Smiler can change it all. Hann svona flettibók. Og þetta þetta frábær svona áminning. Þetta létt og skemmtileg bók og maður á ekki að taka neitt alvarlega í lífinu. Maður bara trúa sem maður vill trúa. En svona, hún allavega kannski með einhverja góða punkta fyrir flesta.
En önnur stutt saga sem ég langar að segja hvernig Smiler hugmyndafræðin að það var þegar að ég var búin að búa til Smiler, þá fór ég til Ameríku til að ná í Neil Donald Walls sem að hafði nú sagt af þessu fræga námskeiði í Suður-Englandi, bankahrunstæði mikla. Hann hafði sagt þessa fleygu setningu sem höfður eftir Thich Nhat Hanh, frægum búddamunki. Hún hljóðar svo: If you smile 5 times a day for no reason, you can change your life in 90 days. Wow. Ef þú brosir 5 sinnum á dag, án tilefnis, þá getur þú breytt lífinu á 90 dögum. Ég meina ef kærastinn að segja upp eða eitthvað bla bla. Ef að þú sérð svona, ok, þetta líður hjá. Það er eitthvað gjöf í þessu þó að sé erfiðum umboðum. Og þá breytur lífinu á 90 dögum. Þannig að þetta eru einhverjar orð Smilers. Ég staldi náttúrulega frá Thich Nhat Hanh. Og að því ég var svo þakklátt Neil Donald Walls að hafa sagt þessu fleygu orð, þá fór ég til Ameríku og ég vildi fá hann til að koma til Íslands til að halda fyrirlestur. Hann var náttúrulega alveg bara mjög upptekinn og hafði engan tíma í það. Þannig að hvað hafði ég gert? Ég get verið svolítið útsjónasöm eins og klárar konur gera. Og þá skrifaði ég boðskort í 50 ára afmælið mitt. Það eru 15 ára síðan. Í 50 ára afmælið mitt. Handgert það sem ég bauð honum að koma til veislunar og hann þekkti mig ekki neitt sko. Það bara séð mig einhvern tímann í Englandi. Þá var ég á meðal 70 manns. Ég afhenti honum og konuna hans boðskortið og þá náði ég athyglinni. Þannig náði ég athyglinni. Þau gátu ekki hann að tala við mig með boðskort í afmælið mitt, halló. Ég verði að skoða og svona og hann bara, nei, mjög upptekinn alveg. Hvenær er þetta? Eftir 2 ára eitthvað? Nei, þetta er bara núna í sumar, sagði ég. Þetta er bara núna í sumar, hann bara. En hann var með pakkaða dagskrá en hann gerur svona, ég kem. Og hann bauð mér að ráða hvort að ég myndi halda, eða semst hann myndi halda ræðu 1 dag, hálfan dag, 1 kvöld eða eitthvað og hann ætlaði ekki að taka krónu fyrir. Hann gaf alla vinnuna sína. Og hann kom og hélt fyrirlestur í heilan dag í Þjóðleikhúsinu og tók ekki krónu fyrir vinnuna sína. Þannig að það var alveg magnað. Þetta var stærsta afmælisgjöf sem ég á ævinni fengið. Og ekki nóg með það. Svona vinnu Smiler heldur var það þannig að þegar hann er hér og þá fer hann að tala Smiler og spyr Smiler og svo segir hann, you should write a book. Og ég bara, nei, ég er ekki að fara að skrifa bók. Ég bara langar það ekki einu sinni að skrifa bók. And I will read it, segir hann. Oh my god. Þá náttúrulega var ég að skrifa bók og þess vegna er hún ensku líka. Ég sendi handritið til hans og svo fékk ég ekki svar. Þá var ég svolítið pissed. Ég sagði, vá, þessi maður, ég er búin að halda lesringi bækurnar hans sem voru sko allavega 9 talsins þarna. Hún halda lesringi í 11 eða 12 ár. Hver einustu viku á heimilinu mínu. Bara ofsalega gaman með hópa góða fólki. Þarna bara, holy shit, hann er ekki að standa við orðið sín, hann er ekki að svara mér. Svo ég, eftir að hafa jafnað mig, að það ákveður samt að gefa út bókina mína. Þetta var mín bók og mér væri bara okking sama hvað honum fyndist. En fyrst hann hafði ekki svarað mér og áður en ég myndi gefa út bókina, þá langaði maður að vita hvaða afsökun hann hefði. Hann skildi sko að fá að útskýra það fyrir mér. Kannski er þetta ljónið í mér. Svo ég keypti mér flugmiða til Ameríku. Mætti heim til hans og með handritið og ég var alveg skjálfandi á beinunum. Ég var skjálfandi á beinunum af því að ég er ekkert með alltaf einhverja stórum áttakennd sko. Ég hugsaði bara, hann er búinn að hafna mér, hvað er ég að gera hérna? Ég er að gera mig á fífli. Eins og ég sé bara bettla að hann lesi bókina mína, hann hefur greinilega ekki dáleitt á henni. Ég var með alls konar raddir í hausnum á mér sem sögðu, þú ert ekki nógu góð, þú ert ekki nógu góð. Hvað ert þú að vilja upp á dekk? En ég greinilega lét það ekki stoppa mig og rétt honum handritið og segir, þú sagði mér að skrifa bók þegar þetta sjá mig, það bara lag sviti niður sko.
þú sagði mér að skrifa bók og ég gerði það og svo fékk ég ekkert svar. Tók hann handritið, byrjaði að fletta því, byrjaði að hlæja og segja, bíddu, skrifaði þú þetta sjálf? Eins og ég gæti það ekki, sko. Já. Oh my god, fór hann að lesa, hlæja og sagði, I'm gonna read this myself. Þá hafði hann aldrei séð þessa bók, hann hafði aldrei fengið handritið, bara aðstofamaður hans, sem bara henti því út af því það voru 100 bókar sem bárust eiginlega alla daga. Þannig að svona getur þrjóskan komið að gagni, að ekki trúa öllu sem þú heyrir með raddirnar, þú getur ekki neitt, engin villi, þú ert ekki nógu góð, ekki trúa þessu. Og svo aðeins til viðbótar þessu, fyrst ég nú byrjuð á þessu, Smiler, hvernig Smiler var til og allt það, hvað hann gerir, að áttu þið drauma, láttu þið dreyma stórt. Áður en að Neil kom til landsins, áður en ég fekk hugmyndina að hann kæmi til landsins, að þá hafði ég verið að hugleiða einhver tíma og séð fyrir mér 50 ára afmælisveisluna mína í garðinum hjá mér, þar sem verið að leika lög Tínu Turner, sem var uppáhaldið mitt, og gestir væri að dansa við lög til Tínu Turner og Neil væri í afmælisveislunum minni. Þetta var bara svona flögur hugan á mér lengi vel í einhverja vikur, kannski mánuði, ég man það ekki alveg, það langt síðan þetta var. Og svo fékk ég hugmyndina í framhaldi að fljúga út og bjóða honum í afmælið mitt. En ég átti ekki svona garða, það var engin garður hérna, bara moldarflag allt í steinum og rugli þarna fyrir aftan húsið. En Neil kom til landsins að vísu ekki í afmælisveisluna, heldur aðeins seinna, en það var ekki málið að fá hann í afmælið mitt, ég geti skilið það, heldur að fá hann til landans og halda hérna tölu og fræða okkur og gefa okkur styrk. En afmælisveislan var, og þá var komin garður með þessum svaka flotta palli sem að fyrrverandi kærasta mín gerði. Rosa flotti danspallur. Og hvað gerðist svo? Söngkona söng lögin hennar Tínu Turner í einhverja klukkutíma. Allir dönsuðu fram á nótt í garðinum live. Hana hafði ég hitt nokkru áður á árshátíð þar sem hún var að syngja og ég hafði verið að hrósa henni og hún sagði mér, ég elska svo að syngja Tínu Turner. Og ég bara, what? Ertu til í að syngja afmælinu mínu? Já, hún var sko til í það. Þannig rætast draumar. En við þurfum oft að stíga skrefin. Við þurfum að sýna virkilega almættuna þetta viljum við, sko. Nú þið búin að fá nokkur dæmi Smiler og hann líka upprunalega gerð til að styrkja mannrækt og bæði fjárhagslega og tilfinningalega. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra sinni, en bara, nú kannski fattiði okkur ég alltaf að biðja ykkur að brosa. Af því að brosið gerir kraftaverk. Það breytir allir líkamsstarfsemin ykkar og andanum. Það ekki? Jú, segir hann. Takk fyrir í dag.